Ég heiti Valur og ég ætla að vera með stutta kynningu hérna á skuldabréfakerfinu, hvernig við stofnum lán og hvernig við færum afborganir, og ef við höfum tíma þá förum við í mánaðarlegu keyslurnar í leiðinni. Við stökkum bara hérna yfir í Navision. Þá er skuldabréfakerfið hérna til deildir, skuldabréf. Við förum hérna í bréf til þess að sjá og skuldabréf. Það er hérna listi af einhverjum bréfum. Til að stofna nýtt bréf þá smellum við hérna á nýtt upp í horninu. Þá opnast þessi gluggi hér. Við tökum bara flipana hérna einu. Hérna uppi slá við inn númer skuldabréfs. Númerið getur verið hvað sem er. Kröfunúmerið getur líka verið hvað sem er. Þetta er í raun bara upplýsingar fyrir ykkur sem er aðstoð ykkur við að aðgreina lánin frá hver öðru. Og eins nafnið, þetta er bara lýsing á mögulega eigninni sem er liggjandi undir eða heiti á skuldabréfaflokknum sem er verið að skrá. Útgáfudagsetningin er þá dagurinn sem að lánið er borgað inn, til dæmis í dag, og síðan sláum við bara inn hérna upphæð. Þetta hak hérna fyrir umrita ókomið aflýsingu. Það er líka bara til upplýsingar, það hefur engin áhrif á virkning kerfisins. Þá förum við í næsta. Það eru forsendurnar á láninu og skilmálarnir. Afborgunartegundin, hvort það er jafnar afborganir, jafngreiðslulán, samfellt vaxtalán eða ósamfellt vaxtalán. Oftast eru lánin annarkvort jafngreiðslulán eða með jöfnum afborgunum. Bara hérna jafngreiðslulán. Fjöldi afborgunargjalddaga. Þetta er allt upplýsingar sem þið hafið bara á lánasamningnum. Fjöldi mánaða milli gjalddaga. Þetta er þá 2 afborganir á ári og fyrsti afborgunargjalddagi, segjum bara 1.1.2019. Eindaga útreikningur. Þetta er sjaldnast notað. Í rauninni er óþarfi að setja þetta inn. Fyrsti vaxtadagur. Er þá fyrsti vaxtadagur bréfsins sem er yfirleitt sá sami og útgáfudagurinn. Hérna samt skiptir máli ef að þið eru að skrá inn lán sem er ekki nýtt, að þá er sem sagt fyrsti vaxtadagur er þá síðasta afborgun sem var greidd og þið verður þá að setja inn afborgunnúmer hérna þannig að afborganir stofnast á kerfinu frá og með þeirri dagsetningu. Gjaldmiðilskódinn, og þá sláum við inn sem sagt vísitölu ef einhver er. Annars veljið bara hérna overtryggt. Og þá grunnvísitölu. Vaxtaflokkurinn. Ef að lánið er með breytilega vexti, þá mæli ég með því að stofna nýjan vaxtaflokk. Með því að smella hérna á ítarlegt. Þá opnast hérna vaxtaflokkaglugginn, smella á nýtt.
Þið skýrið einhverju góðu nafni. Og ILS breytilegir vextir. Og smellið síðan hérna á vaxtadagar. Þá opnast þessi gluggi hér. Og þá setið inn, alla vaxtadaga, eða setið inn vaxtadagana. Segjum þetta bara 5% vöxtum núna, síðan 1.1.19, þá hækka vextir niður í 5,5%. Og hérna getið þið þá alltaf, hérna getið þið breytt vöxtunum eftir því sem við á. Ef vextirnir eru fastir, þá mæli ég með því að stofna bara að það sé til stofnaður einn vaxtaflokkur sem heitir bara fast eða fastir vextir. Inn á honum, kíkjum hérna á vaxtadagana, að vextirnir séu 0. Bara einhver dagsetning skiptir ekki máli, bara hún sé fyrir löngu síðan. Hakað hérna í fastir vextir. Og valið hérna, þá getið þið farið hérna undir færsluleit og álag á vexti. Þá opnast í raun sambærilega gluggi og í vaxtaflokknum áðan. Þess að þú slærið dagsetningu og þá slærið álag á vextina. Og þá sjáum við hérna gildandi vaxtaprósentuna. Það sem þið erum losni við með þessu, að þið losni við að vera með 1.000.000 mismunandi vaxtaflokka ef lánin eru öll með fasta vexti. Þannig að ef það eru fasta vexti þá er bara einn vaxtaflokkur og þá notið þið hérna álag á vexti. Og hérna sjáum við síðan alltaf gildandi vextina. Næsta skref, hérna við fyrir í dráttarvaxtaflokk. Þið getið bara haft það sama. Í raun er þetta bara óþarfi því dráttarvextirnir er yfirleitt ekki reiknaðir. Nú sjáum við hérna. Já, ok, ástæðan fyrir að vextir eru allt komnir í 10% hérna er að þetta hérna breyttist í vextir í ILS. Þá eru 5% vextirni sem ég setti þar pluss álagið, þess vegna ef við breytum sér fast, þá fer þetta aftur í 5%. Dráttarvaxtaflokkurinn er sem sagt óþarfur, þó þið getið sett inn hérna vaxtaflokk. Vaxtadagareglan, oftast er þetta 360. Þetta er síðan eitthvað sem þið getið fiktað í þegar þið eruð að stofna lánið ef fyrsta afborgunin er ekki að stemma, þá getur þetta oft verið eitthvað að hafa áhrif. Og síðan ef þið eru með jafngreiðslulán, þá þurfum við að setja inn upphafsvextina hér og eins ef þið eru með breytilega vexti á jafngreiðsluláni þá þarf að haka í það hér. Það hefur svona áhrif á það hvernig afborgunin er reiknuð út. Ef við kíkjum næst á skilmálar 2, þá er það hérna fyrst vaxtagjaldagar. Að ef það eru einhverjir gjalddagar sem eru bara vextir, þá myndum við slá það inn hér. Þannig að við getum sett það hér til dæmis einn vaxtagjaldagi. Það eru bara 2 mánuðir hérna milli fyrsti vaxtagjaldagi, fyrsti 12.19. 01.12.18 myndi ég.
Leyfa gjalda á helgidögum. Þetta fer náttúrulega bara eftir hvernig bréfið hvort að þetta sé heimilt eða ekki. Oftast það nú í lagi en þá flest kannski einn daginn frekar eða þetta fer bara eftir forsendur bréfsins. Nota bankagengi, ég mæla ekkert sérstaklega með því að nota þetta. Það er bara ef þið eru að lesa inn, ef þið eru með erlend lán og þið eru að lesa inn gengið sjálfkrafa frá bankanum, þá getið þið skilgreint hérna hvaða banka þið viljið nota, annars hafið þetta bara tómt. Lágmarksvísitala þetta á við sem sagt grunnvísitalana hér, oftast það þannig að grunnvísitalan lágmarksvísitala, þannig að það fer aldrei undir hana. Sem hér dagsvísitala, þetta bara, ef þið eru að nota dagsvísitala þá getið þið nota þetta. Nota 5 aukastafi í verðbótastuðli. Þetta fer yfirleitt eftir því, eftir sem sagt lánveitandanum, hvort hann sé að nota 5 aukastafi eða ekki. Ég held að til dæmis Lánasjóður sveitarfélaga, að þá oftast þarf að nota þetta hagg til að útreikningurinn sé réttur upp á krónu. Hagg óröglega afborganir ef að það á við. Og síðan þessi yfirflokkur hér. Hann stjórnast náttúrulega bara af vísitölunni. Lánstími, mánuður eða ár og gjalddagar ár hvert, þetta skiptir bara máli ef þið eru að fara að prenta og ef þið eru að setja upp eignabréf. Þetta meira bara til upplýsingar. Næst hérna, greiðslur. Og þá getið þið slegið inn sem sagt bankann, sett kennitöluna hans, bankanúmer, höfuðbók, reikningsnúmer, sett síðan innheimtugjaldið inn og haka síðan við hérna greiðslu til að það hægt að lesa inn afborgunina inn í bankasamskipta greiðslukerfið. Lokum síðan hérna reikningsfæra. Og þá sem sagt skilgreinir bókunarflokk bæði fyrir skuldabréfið sjálft og fyrir vextina. Eins ef það þarf að hafa verkefni á þessu eða einhver ákveðna deild. Og eins eða vilt geta flokka skuldabréfin eitthvað meira, þá hægt að stofna hérna sérflokk. Nota þetta samt festir. Bókunarflokk og skuldabréfa, hérna við smellum hérna ítarlegt. Opnast þessi klukk hér. Þá skilgreind sem sagt deild og safnlykillinn. Deild fyrir áfallna vexti líka. Áfallna dráttarvaxta, yfirleitt þarf þess ekki og greiðslu. Þetta er bara uppsetning sem gerð einu sinni. En þegar þú velur þá bara hérna bókunarflokk skuldabréfa og sambarilegt hérna bókunarflokk vaxta. Það var bara búið að skilgreina deild og lykil fyrir mismunandi tegundir af kostnaði sem getur fallið til. Og það er þá náttúrulega mjög mikilvægt að það sé innan sama málaflokks eða sem sagt innan sama sjóðs, þannig að hérna erum við með aðalsjóð og þá þarftu náttúrulega að færa vextina á aðalsjóð líka. Og þetta hagl hérna síðan hvort það eigi að bóka lánið í fjárhag eða ekki. Lokum við síðan hérna eigandi og það bara til upplýsinga fyrir ykkur sjálf til að í raun ef þið viljið skrá eitthvað hér þá það hægt. Þegar maður búinn að setja inn allar forsendurnar þá fer maður hérna í heimflipan og stofna afborganir. Kemur með hérna villu, fjöldi mánaða, milli vaxtagjalda skal ekki skrá ef fjöldi vaxtagjalda 1. Já, þá tökum við þetta hérna út. Gerum þetta aftur. Afborganir voru stofnaðar. Þá smelli ég hérna til að skoða afborganirnar.
þá sjáum við hérna hvernig þetta hérna verður. Núna þarf þá að færa fjárhagsfærsluna á bak við þetta lán. Og þá smelli ég bara hérna og færa upp á stöðu. Opnast þessi gluggi hér, þá 11.18 og fylgiskjalanúmer að þetta koma sjálfkrafa. Smelli í lagi. Þá opnast hérna færslubók. Og þá sem sagt færslan orðin til og þá þurfum við bara að setja mótfærslu sem í flestum tilfellum bara á banka. Tekið lán númer 300.100. Það þá innborgun upp á 100 milljónir. Ef að lánið til dæmis með afföllum eða eitthvað slíkt og þið hafið þá kannski ekki fengið allar 100 milljónir borgaðar, heldur það 98 milljónir. Það svo mikið að núlum. Þá getið þið sett hérna fjárhagsfærslu og sett á hvaða fjárhagsreikning sem afföllin eða kostnaðinn eða hvernig sem það Þannig í heildina ætti þetta alltaf að stemma og þá getið þið bara bókað. Og þá sjáum við að hérna staða með verðbótum að þá höfuðstólsfærslan komin inn. Kannski ég sýni ykkur eitt. Ef þið eru að færa inn sem sagt lán sem með áföllum verðbótum, þegar þið færið sem sagt hérna í skuldabréf, og þá tegund fylgiskjals mikilvæg. Þegar þið færið höfuðstól, og þá tegund fylgiskjals reikningur. Ef þið eru að færa verðbætur, þá tegund fylgiskjals vaxtareikningur. Og þegar þið eru að færa afborgun, þá tegund fylgiskjals greiðsla. Færum núna bara fyrstu afborgunina af þessu láni sem átti að vera 1.12.2018. Það er að glemma hvað 300.100 var þetta. Og til þess að sækja afborgunina þá smelli ég hérna annarkvort smella hérna á jafna færslur eða gera shift og F11. Þá opnast þessi gluggi hér með afborguninni. Við sjáum hérna afborguninni 0 og það bara vextir. Ef þetta stemmir ekki við lánið hjá ykkur eða við greiðsluseðilinn, þá getið þið smellt hérna afborganir og hérna getið þið þá átt við lánið ef að þess þarf. Þú veist, þetta á alltaf að stemma. Þú veist, mestalagi ætti að vera bara krónaði til eða frá í afborgun eða vöxtum. En heilt yfir ætti þetta að stemma. En ef þið gerið einhverjar breytingar hérna í afborgunum, þá alltaf bara smellt hérna upp bara afborgan eftir það til að láta allt endurreikna sig.
farið aftur út, farið síðan aftur inn og þá ætti það að vera komið með réttu tölurnar hérna inn. Smelta á í lagi og síðan þá bara ferð mót færslan. Og bók. Þið sjá hérna tegund fylgiskjals greiðsla vegna þess að þetta er afborgun. Í skuldabréfakerfinu þá eru mánaðarlega færslur sem skipta máli. Neðarna í skuldabréf og undir tímabilsaðgerðir þá eru hérna tvær keyslur. Annars vegar færa gengismun og verðbætur sem gerir bara það sem hún segir, sem er að færa gengismun og verðbætur. Og eftir að þið eru búin að uppfæra vísitöluna í kerfinu, að þá getið þið keyrt þetta fyrir hvern einasta mánuð. Vísitaluna uppfærð hér með að fara í uppsetning, gengi vísitölur, veljið viðkomandi vísitölu, smellið hérna á gengi. Setið inn bara 0, 1, 12, 18, segjum bara 460. Þetta er náttúrulega upplýsingar sem þið fáið bara á Hagstofunni. Og í lagi, tímabilsaðgerðir, færa gengismun og verðbætur og við ætlum að færa það 30.12.18. Færist í þessa hérna fjárhagsbók, fylgiskjal kemur sjálfkrafa. Hérna getið þið afmarkað ykkur á ákveðu skuldabréf eða bókunarflokk skuldabréfs eða þá bara öll bréf, smellið á fá skoðun. Og þegar skýrslan er búin að keyra þá kemur sýnir hún ykkur öll lánin og verðbæturnar sem eru reiknast á þessi lán og þetta er þá bara tilbúið til bókunar í færslubók. Þetta er keyrsla sem er keyrt mánaðarlega. Ég geti keyrt hann oftar eða viljað en mánaðarlega er alveg nóg. Það er bara mikilvægt að vera búin að uppfæra gengið gengi eða vísitölur áður en þessi færsla er gert og þá tryggir það að þið séu með uppfærða stöðu í kerfinu hjá okkur. Önnur keyrsla sem er ekki minna mikilvæg en samt meira valkvæð. Þetta er sem sagt færa áfallna vexti. Þið veljið þá bókunardagsetningu í hvaða færslubók þetta á að bókast og það sem þessi færslubók gerir er að hún færir áfallna vexti á dagsetningunum sem þið veljið og bakfærir vextina síðan daginn eftir. Þetta er svona mikilvægt út frá bókhaldslegu sjónarmiði þegar þið eru að gera uppgjör og ef það er verið að taka einhver svona punktstöður í bókhaldinu, þannig til dæmis þegar þið gerir 6 mánaða uppgjör eða 10 mánaða uppgjör eða hvernig sem það er, að þá er mikilvægt að færa þessa hérna keyrslu en hún bakfærir sig síðan daginn eftir þannig að hún hefur engin áhrif innan ársins, það er bara fyrir þessa punktstöðu. En þessi færsla er síðan alltaf gerð áramót, þannig að áfallin vextir í lok ársins eru gjaldfærðir á réttu ári og eru síðan bakfærðir í upphafi næsta árs og eru síðan gjaldfærðir og eru síðan þá raunverulega gjaldfærðir þegar afborgunin er greidd. Þannig að vextirnir færast allir á því ári sem þeir raunverulega tilheyra. Í rekstrinum þarf að segja. Með gengisfærsluna, eða verðbótafærsluna, að hana er bara hægt að keyra ef það er eitthvað verðbætur til að keyra, þannig að þið getur keyrt þetta bara aftur og aftur og aftur þess vegna, að hún mun ekki setja neitt í færslubókinni nema að sé actually eitthvað sem þurfi að keyra.
Áföllnu vextirnir, hún hins vegar virkar ekki þannig, það hægt að keyra hana oft á mörgvísunum, þannig það mikilvægt að hún sé ekki keyrð fyrir það búið að færa verðbætur og búið að bóka allar afborganir fram að þeim tímapunkti sem á að keyra þessa keyrslu. Annars koma áföllnu vextirnir rangir og þá smá vesen að bakfæra það. Ekki ómögulegt en samt smá vesen. Þá ætlaði ég eiginlega bara ekki að hafa þetta lengra að sinni. Ef það einhverjar spurningar þá getið þið alltaf bara sendt mér post og ef þið lendið í einhverju vesinni þá mæli ég með að senda á Sveit Advice og þá segi ég bara takk fyrir.